að þetta er vinnustofa númer 13 og hún verður með aðeins öðru sniði því að núna er ekki nema sólarhringur til stefnu. Eftir rétt rúma sólarhring þá fer hópur foreldra af stað í smá ferðalag. Við ætlum að fara að skoða það hvernig við getum hjálpað börnunum þeirra til þess að ekki bara lesa meira, heldur bæta sína lestrarfærni. Og ég að mörguleyti byrjað þetta námskeið fyrir 17 dögum síðan, því að meiri hluta af þessum vinnustöfum sem ég búin að vera að taka og þetta 13. af þeim í rauðinni, mun fara inn sem bónusefni, bónusluti, því að hér hef ég verið að taka grunnatriðin að einhverju leyti. Ég mun kafa síðan dýpra þegar ég fer síðan að leiða foreldrina í gegn. En mikil tilhlökkun. Ég er búin að vera að nota tíman í dag til þess að vera að setja inn fyrstu heimaverkefnin, ég er búin að vera að setja inn alla slóðir, gera allt tilbúið þannig að við getum byrjað á morgun og farið á stað. Nú, ef það eru einhverjar spurningar varðandi námskeiðin, varðandi efnið okkar, ekki hika við, skjóttu spurningum inn í komment, inn á Facebook eða inn á YouTube, inn á vefnum hjá mér, inn á h.is/live. Þar ég líka, reyndar live 2, þar ég að taka fyrir krakkanámskeiðin, þó ég sé reyndar líka streyma þessu inn á live síðunum minni. En það eru betri upplýsingar inn á live 2 fyrir þig sem foreldra. Nú, ég líka ætla að nota tíman í kvöld til þess að svona aðeins rifja upp hluta því sem ég hef verið að skoða með þér, því að núna fara þessar vinnustofur aðeins að fara í kannski smá hlé. Ég mun kannski stökkva inn einu sinni í viku, svona fram að jólum, kannski upp úr áramótum fer ég að stökkva aftur á stað, kannski svona 2-3 í viku eða svo. En núna fer ég að fókusa aðeins á foreldrana, kenna þeim hvað þau þurfa að gera og það alveg þess virði núna vegna þess að það hefur aldrei verið betri tími til þess að kenna börnunum okkar og vandamálið mitt til dæmis í dag það að ég næ ekki að setja staðnámskeiðin eins mikið að stað eins og ég hefði viljað. Miðað við hvað smitum að fjölga í samfélaginu, þá ég ekkit endilega að fara af stað alveg strax aftur. Við viljum passa upp á það að við séum ekkit endilega að ferðast of mikið og við höfum öll tæki og tól til þess að gera mikið af þessu í gegnum netið. Og það að ég sé að kenna foreldrunum í gegnum netið og þau geta bara hjálpa sínum börnum heima, því að foreldrar geta auðveldlega hjálpað sínu barni að ná að bæta lestrarfærni þeirra. Þetta eru afskaplega einföld skref og ég mun á námskeiðinu kenna þér allt það sem þú þarft að vita. Hvert einasta skref, ég dreg ekkert undan. Ég mun fara í gegnum, ef að barnið þetta 3 ára, 4 ára, 5 ára, þá mun ég segja þér nákvæmlega hvað þú getur gert til þess að leyfa því barni að sjá sig sem lesanda í framtíðinni. Ef að barnið þetta byrjað að lesa 5, 6, 7, 8 ára, hvað þarf að vera að fylgjast með, hvað þarf að passa upp á, hvað þarf að vera að horfa í þegar barnið að lesa? Það að segja mikið á orðunum upphátt? Það að hvísla? Það að mynda orðin með vörunum ennþá? Hvað getum við gert til þess að stoppa venjur sem að kannski geta trublað það, sérstaklega þegar orðið eldra, 10, 11, 12 ára? Hvað getum við gert aðeins fyrr, hjálpa því og auðvelda því að ná mér í leikni og ná mér í færni? Og ég hef verið að fara í gegnum mikið af þessum punktum síðustu 17 daga á síðustu 13 vinnustofum og ég núna að fara að færa þetta allt saman yfir á foreldranámskeiðið. Það byrjar á morgun en verður síðan ekki aftur fyrir í október 2021. Það alveg ár þangað til að ég fer að kenna næsta hóp. Þannig að ég mæli eindri með því ef þú vilt sjá þitt barn lesa meira á næstu 12 mánuðum, hiklaust að stökkva inn núna, því að ég mun hugsanlega vera með opið fyrir skráningu, kannski eitthvað fram á helgina, en leið og fyrsta vika farin aðeins að líða á, þá fer ég að loka algjörlega og hópurinn sem kominn mun þá bara eingöngu renna í gegnum námskeiðið. Námskeiðið 12 vikna. Fyrstu 6 vikurnar eru kenda núna í nóvember og fram í 3. desember ef ég man rétt, alltaf á 15. klukkan 9. Þar ég á fyrstu 6 vikunum, fyrstu 2 vikurnar farið það að hjálpa þér. Ég mun aðalega vera að horfa í það fyrstu 2 vikurnar
að þú sért að átta þig á grunnatriðunum í því sem við kennum. Það sem ég bend alltaf á, Hraðlestarskólinn er búin að vera að kenna þessa tækni í 42 ár á Íslandi. Það eru þúsundir einstaklinga búin að fara í gegnum ferlið hjá okkur í Hraðlestarskólanum. Ég er búin að vera að kenna krökkunum þessar aðferðir í 10 ár. Sjálfur er búin að vera að kenna hraðlestur í 15 ár. Þetta er allt saman byggt á tækni sem er búin að vera að kenna í Bandaríkjunum í rúmlega 60 ár. Þannig að þetta er ekkert nýtt, það er engar nýjar upplýsingar sem ég er að fara í gegnum. Það er aftur á móti fullt af nýju efni og hluta því sem að ég mun taka fyrir á námskeiðinu er til dæmis hvaða bækur er ég að skoða og lesa og mikið af því er ég að fara í gegnum bara á Kindle. Ég kaupi mikið bara á Amazon og er að lesa í gegnum það, en mjög mikið af þessu efni er ég síðan að panta í bókaformi og meðal bókana sem að ég mun benda ykkur á er til dæmis Reading in the Brain, brilljant bók, virkilega góð og þetta er ein af betri bókum sem fjalla lestur og síðan Proust and the Squid og þetta er dæmi bækur sem að við í dag ættum að nýta okkur því að rannsóknir á því hvernig augun okkar, hvernig hugurinn okkar meðtaka og vinna úr texta, við vitum meira þetta efni á síðustu 5 árum heldur en síðustu 50 árum þar á undan. Þú veist, þessar upplýsingar sem að við erum að fá úr nýjustu rannsóknum sín okkur auðveldlega aftur að það sem ég er að kenna og það sem hef ég verið að tileinka mér og festa og bæta inn í námskeiðið, það er að virka og virkar fullkomlega og það er ástæðan fyrir því. Af því að augun okkar ráða við það, af því hugurinn okkar ræður við það. Og ég mun benda ykkur nákvæmlega á það hvaða bækur ég hef verið að skoða, hvaða bækur ég mæli með að þið kíkið á og skoðið í tengslum við ykkar lestur og ykkar börn og rauninni börn sem að þið eigið og þeirra aldur. Nú, ég mun líka skoða með ykkur 20 ráð, einföld ráð fyrir þig til þess að hvetja barnið til þess að lesa, hvaða lestrarráð mæli ég með að nota og ég hef farið í gegnum nokkur þeirra á námskeiðinu eða á þessu vinnustofum og ég mun taka þau núna. Þetta eru 20 ráð sem ég tala og ef að þú ert svona forvitun kannski það hvaða ráð þetta eru, það er ég með 5 ráð sem að þú getur sótt inn á h.is/5 ráð. Þar eru 5 einföldustu ráðin sem að þú getur byrjað að beita og nota strax í dag heima hjá þér til þess að hvetja barnið til þess að lesa meira á. Og þetta er bara partur 5 af 20 ráðin sem ég tala Nú ég bendi foreldrum líka á 12 lestarráð sem ég tala við krakkana, sem að ég kenni krökkunum og þau myndu þá vera að kenna sínum börnum og að nota og beita og hafa í huga og muna og til dæmis bara ein þeirra, við tökum bara fyrsta. Þetta er ráð sem að hentar öllum, ekki bara börnum, líka fullorðnum. Ef þú hefur möguleika á því, er eitt af ráðunum sem ég kenni börnunum, ef þú hefur möguleika á því að hugsa eitthvað annað og meðan þú ert að lesa bókina þína, ef þú ert að lesa bókina og þú byrjar að hugsa eitthvað annað, eitthvað sem að tengist ekki efni bókarinnar, þá er hugurinn bara að segja við þig, mér leiðist, ég ætla að fara að gera eitthvað annað og hann fyrir að hugsa eitthvað annað, hann fyrir að gera eitthvað annað. Og þetta er eitt af lykil ráðunum sem ég kenni krökkunum, þau þurfa að vera vakandi fyrir því, ef þau hafa möguleika á því að hugsa eitthvað annað, en hafðu í huga, meiri hluti þeirra sem að koma til mér á fullorðinsnámskeiðin, 13 ára, menntaskólanemarnir, háskólanemarnir og fullorðið fólk úr atvinnulífinu, þeir eru að finna fyrir því líka. Hugur þeir fljótur að streyma í burtu. Þetta byrjar hjá börnunum, þetta byrjar mjög snemma, en við getum stoppað það frekar snemma. Og það er auðveldara að stoppa hjá börnunum og það er partur af ástæðunni fyrir því ég fór að kenna krökkunum. Ég fann einfaldlega bara fyrir því þegar ég fór að kenna krökkum og sérstaklega ég var alltaf að kenna yngstu hópurinn sem ég fekk að koma námskeið hjá mér áður en ég fór að kenna 10-12 ára, voru 13 ára gömul. Og ég fann strax 13 ára voru þau strax orðin farin að festa svo mikið af þessum slæmu lestrarvenjum sem að voru að trufla þau, voru að tefja fyrir þeim, voru að skemma þeirra lestraránægju, að ég hugsaði með mér, ég þarf að ná til þeirra fyrr. Og það er partur af ástæðan fyrir ég er að taka foreldranámskeið núna. Því að þegar ég fór að kenna 10-12 ára og núna er ég fór að kenna 7-12 ára, að ég þarf að ná til þeirra fyrr vegna þess að þau eru mjög fljót oft að festa þessa slæmu venjur í sessir, en það er auðveldara að hjálpa börnunum. Börnun eru miklu fljótar að breyta, þau eru miklu fljótar að festa betri og markvissari og auðveldari leiðir til þess að meðtaka efni og lesa textan sinn. Og þá lenda þau ekki í vandræðum á unglingsárunum og þau eru ekki að lenda í vandræðum í menntaskólanum eða háskólanum seinna meir. Og þess vegna skiptir svo miklu ná til þeirra aðeins fyrr og það er partur af því að ég er að koma með
foreldranámskeiði, því að ég næ heldur ekki að kenna öllum. Ég næ ekki að kenna öllum börnum, langt í frá, og það er mjög mikilvægt að lesturinn sé ekki að tefja barnið. Alls ekki, horfið í þetta svona, það skiptir ekki máli í hvað stöðu barnið er, hvort að einhverju lestrar örðurleikar að trufla það í dag. Það er að koma börnin á námskeiðin hjá mér fyrir 7-12 ára sem eru með lesblindu, sem að hafa greinst með hæglæsi eða athyglisbrest eða ADHD eða ADD, og þau eru öll að ná árangri. Og af hverju? Vegna þess að grunnurinn er einfaldur. Grunnurinn sem að ég tek þau í gegnum, þetta eru einfaldar lestraræfingar, og krakkar, þau skilja æfingar auðveldlega. Þau vita nákvæmlega til hvers þau geta notað æfingarnar. Ég kom oft inn á piltinn sem að sat námskeiði hjá mér fyrir nokkrum árum, 11 ára gamall, sem að komin á námskeiðið, og í fyrsta tíma þá baðst hann afsökunar á því að vera að koma og trufla. Vegna þess að hann vissi hann væri lélegur að lesa. Hann vissi hann myndi verið í vandræði með þetta, og hann sá bara, það var fullt af fólki búin að reyna að hjálpa honum, og hann vissi að þetta myndi ekkert nýtast. 11 ára gamall var hann búin að gefast upp á lestri. 11 ára gamall var hann búin að taka þá ákvörðun að lestur væri fyrir aðra en ekki hann. Og ég tók hann til hliðar og spurði hann einnar einfaldra spurningar. Þegar ég vissi að hann var í íþróttum, þessi piltur, og ég spurði hann bara einfaldlega, ef ég segi við því í dag, þú munt aldrei nokkuð tíman hlaupa hraðar en þú hleypur í dag 11 ára gamall. Ertu að trúa mér? Og hann þurfti nú ekki langan umhugsunarfrest, þessi piltur, til þess að, auðvitað ekki. Og ég spurði, hvernig ferði það því að hlaupa hraðar? Já, bara með því að fara út og hlaupa bara nógu mikið, og þá verði ég fljótari. Hann nákvæmlega þessna sem að mamma en sendi þetta námskeið sagði við hann. Vegna þess að þú þarf bara að ná meiri þjálfun, ná meiri færni. Þú ert að fá æfingar í hendur, og ef þú fylgir þeim æfingum, þá verður þú betri. Því að lestrarfærnin er eins og öll önnur færni í lífinu. Og hann sem íþróttastrákur fattaði þetta strax. Þegar hann áttaði sig á því að lestur var eitthvað sem hann gat eins og í fótboltanum eða íþróttinni sinni, gæti bara orðið þjálfa sig, orðið betri í, þá var hann bara einna betri nemendunum á námskeiðinu. Vegna þess að þetta breytti strax hugafærinu hans. Æfingarnar eru grunnurinn, og ef þú sem foreldri veist hvaða æfingar þú þarft að taka, í hvaða röð, hvað þú þarft að passa upp á, hvað þú þarft að fylgjast með, hvað þú þarft að skoða þegar barnið þarf að fara í gegnum æfinguna, þá er mjög auðvelt fyrir þig að taka þessa æfingu sjálf heima. Foreldrarnir fá aðgang að öllu sama efni eins og krakkarnir á námskeiðinu, þau eru með öll vídeó, þau eru með allt þetta efni. Innifalið inn í foreldranámskeiðinu er 6 vikna fjarnámið mitt, og þar bara það sápakki, almennt verð á 6 vikna fjarnáminu er 36.500. Það er frítt innifalið inn í þessum pakka. Þar eru 730 klukkustundir af kennslu og efni. Það sem ég mun horfa mest á eru fyrstu 2 vikurnar, vegna þess að það er það efni sem að foreldrar þurfa helst á að halda til þess að hjálpa sínum barni. Þau hafa síðan aðgang að restinni ef þau vilja, og það er efni sem að þau gætu síðan nota til þess að hjálpa unglingum þegar börnin eru farin komin í menntaskóla, því að þau hafa aðgang að þessu það sem eftir er. Nú þau fá síðan líka aðgang að öllum æfingunum fyrir hraðasta krakkanámskeiðin, og þar eru vídeo og það er þetta er allt saman á netinu, þannig að öll þessi kennsla, þetta er allt saman tilbúið, þetta er allt saman bara bíður eftir foreldrinu að fara á stað, og hiklaust að nýta það. Nú, ég mun koma inn á það til dæmis hvaða bækur eru vinsælar á námskeiðinu, hvaða bækur eru krakkarnir að lesa, hvaða bækur ættir þú að hafa í huga. Ég mun benda á leiðir hvernig þú gætur tvinnað lestur, lestraræfingar, bókaspjall, orðaleiki inn í daginn með barninu. Þannig að lesturinn sé ekki eitthvað sem er bara gert, 5 mínútur fyrir svefn. Heldur þarf lesturinn að vera eitthvað sem að barnið upplifir allan liðlangan daginn og sér sem bara eðlilegan þátt af lífinu þess. Ég er að fá alveg ofsalega mikið af börnum sem eru 9 ára, 10 ára, 11 ára, og þau eru strax búin að taka þá ákvörðun, 10-11 ára gömul, að lestur sé eitthvað sem að fylgja bara skólanum. Að þegar þau fara heim, þá eiga ekki að þurfa að lesa,
vegna þess að lestur eitthvað sem að fylgir þessu leiðinda fyrirbæri í huga sumræðara sem skólinn þeirra strax orðin 9, 10, 11 ára gömul og það svo sorglegt vegna þess að lesturinn þetta á að vera þú veist, þetta ekkert annað en ánægja og gleði og fyrir utan það kannski hjálpar það að ég hef gríðarlegan áhuga á bókum og lestri og ég les mikið og ég smita það aldrei út frá mér þegar ég að kenna ég plata krakkana til þess að sjá hvað ég hef gaman að lestrinum hvað sögurnar sem ég segi þeim og útskýri fyrir þeim og þetta togar þau á stað og þetta kennir þeim og þetta hjálpar þeim og lestur og verður alltaf öflugasta leiðin hraðvirkasta leiðin til þess að meðtaka og skilja efni miklu öflugri heldur en það að vera að hlusta okkur vídeo á YouTube eða hlusta á kennara í gegnum vef eins og hér bókin við getum alltaf lært á 5-földum, 10-földum, 20-földum hraða í gegnum bókina heldur en við erum að læra beint af kennara eða beint í gegnum hljóðbók eða eitthvað slíkt en við þurfum að þjálfa, við þurfum að laga það og á námskeiðinu þá ert að fá allar þessar upplýsingar ég að útskýra hvert einasta skref ég dreg ekkert undan vegna þess að mitt markmið með námskeiðinu bara eitt að þú sem foreldri náir ekki bara að leiða þú veist eitt barn ef þú átt bara eitt barn þá byrjar þar en þú getur leitt þú veist frændur og frængur og systkinabörn og þess vegna barnabörn í framtíðinni eða barnabörn núna ég hef ekki lokað á það að frændur, frængur, ömmur, afar eldri systkini sé að komin á námskeiðið vegna þess að ef þú hefur bara áhuga á því að hjálpa barni að lesa meira þá ertu velkomin inn á námskeiðið, það bara þannig það þurfa ekki endilega bara foreldrar en ég horfi til foreldra einfallega vegna þess að börnin líta upp til foreldrana þau vilja læra og í öllum tilfellum þar sem að krakkar hafa komið með foreldrum sínum inn á almennu námskeiðintíminn og þau hafa komið alveg niður í 7 ára gömul í öllum tilfellum gengur þeim frábærlega að því þau eru komið með pappa þau eru að koma með foreldrum, þau eru að sjá foreldrar sína gangi gegnum sömu æfingar, gera sömu æfingar og vinna sömu vinnu og krakkarnir elska það. Þess vegna svo mikilvægt. Foreldrarnir eiga og mun meiri árangri þó að ég sé ná góðum árangri. Þá munu foreldrarnir ná miklu meiri árangri, einfallega vegna þess að krakkarnir líta upp til ykkar og við þurfum að nýta það. Og ég mun taka alla svona punkta fyrir, ég mun líka koma inn á ekki bara 12 punkta, 12 lestarráð fyrir krakka, ég mun líka koma inn á 12 ráðum hvað framúrskarandi lesandi, hvernig hann beitir sér. Hvað það sem að gerir þá öðruvísi? Hvað það sem að við getum hugsanlega byrjað að hjálpa barni þannig að þegar að það verður eldra, að það verður orðið framúrskarandi nemandi. Því að ég segi alltaf krakkunum frá einni sögu sem að ég mæli með og vonast til þess að það verði svona þeirra kveikir svona dálítið þeirra framtíðarsýn að það var kona sem kom inn á námskeið hjá mér og hún var í meistaranámi upp í HR og hún sat við hliðin á Breta þetta meistaranámið fór allt saman fram á ensku og hún sat við hliðin á breskum manni og hún sagði að það bara gjörsamlega óþolandi að sitja við hliðina á þessum manni. Bara gjörsamlega óþolandi. Því að hann lærði þegar hann var 11 ára gamall að hraðlesa. Og hann hefur tilhingað sér og haldið þeirri kunnáttu við. Þannig að þegar við sitjum hlið við hlið og við erum að fara að vinna eitthvað verkefni, að þegar ég komin á blaðsíðu 3 í bókinni til þess að undirbúa mig fyrir verkefni, þá hann yfirleitt búið með að lesa kaflan og hann byrjar að vinna verkefni. Það náttúrulega bara ekki, þú veist, manni bjóðandi að hafa svona fólk við hliðina á sér. En eins og ég segi við krakkana, þú vilt vera þessi þreytandi gaur sem að setja við hliðina á fólkin og þú bara klárar efnið, bara 1, 2, 3, þú klárar námið þitt 1, 2, 3, þú klárar verkefnin og þú getur fara að gera það sem þið langar að gera. Og það getur verið að halda áfram með næsta kafla, að halda áfram með næsta verkefni. En þú ert bara fljótur að klára heimaverkefnin, þú ert fljótur að klára verkefnin í skólanum, hvort sem þetta í grunnskóla eða menntaskóla eða háskóla, þá ertu fljótur að klára og ef þú lærir þetta snemma og þú heldur því við, þá það svo auðvelt og þess vegna legg ég svo mikla áherslu á það. Á 7 til 12 ára námskeiðunum, markmið númer 1, 2 og 3 að börnin bara fara að hafa gaman að því að lesa bók, að ýta undir lestrar ánægju, því að ég veit ef að barni fara að lesa 1 til 2 bækur á mánuði,
þá mun ekkert stoppa það í framtíðinni í lestri. Ef að það les 8 ára, 9 ára, 10 ára gamalt 1 til 2 bækur í hverjum einasta mánuði, þá mun það aldrei nokkuð tíma lendi í einhverju vandræðum. Því að mitt vandamál það, ég að fá svo mikið af menntaskólanemum og háskólanemum, fá nemendur sem eru 15 ára, 20 ára, 25 ára, 30 ára, sem að hafa ekki tekið upp skáldsögu í 2, 3, 4 ár. Eini textin sem þau lesa eru námsbækurnar, ef þau lesa námsbækurnar, ef þau kaupa námsbækurnar. Vegna þess að þegar þau sjá þessa þykku doðranta sem að þau þurfa að fara í gegnum, þá eru margir bara hættir að kaupa. Þau vita einfaldlega að þau bara lesa þetta ekki, þannig að þau bara treysta á rauninni glærurnar frá kennara eða glósur frá öðrum eða eitthvað slíkt. Og þetta er auðvitað sorglegt. Vegna þess að við höfum öll, hvert og hitt einast okkar, skiptir ekki máli hvort að lesblinda eða eitthvað sé að trufla. Við höfum öll tök á því að lesa allt okkar lesefni. Og hluta því sem ég kennir einmitt sjálfur. Sjálfur er ég lesblindur. Ég á 2 lesblind börn. Við lesum öll gríðarlega mikið. Hvað gerði ég sem faðir lesblindra barna til þess að hvetja þau til þess að lesa? Til þess að hjálpa þeim með fyrstu skrefin. Ég mun útskýra það allt saman. Ég mun líka útskýra vitandi það sem ég veit í dag. Hvað hefði ég gert öðruvísi? Hvað hefði ég byrjað fyrr? Hvað hefði ég talað fyrr? Hvað hefði ég reynt að gera fyrir þau? Og núna með 2 ára afa stelpu, hvað myndi ég gera ef ég væri með barnabörn? Og ég mun koma inn á þetta allt saman. Og þó að barnið sé ennþá 6 mánaða, 1 árs, 2 ára, 3 ára, 4 ára, það eru til leiðir. Þegar mín börn voru ófædd, þá var ég byrjar að lesa fyrir þau. Ég var það mikill lestarahestur, ég var það ákveðin í því að þau yrðu lestarahestar, að þau voru ekki ennþá fædd og ég var byrjar að lesa fyrir þau. Þegar þau fæddust, þá byrjaði ég að lesa og ég nánast í non-stop í gegnum alla þeirra uppvaxtar ár, þá var ég lesandi fyrir þau á kvöldin. Vegna þess að ég vildi sjá þau ná góðum tökum á þessu. Og það tókst. Það er yndislegt að eiga 2 lestarahesta og dótturinn, nánast í farin að taka fram á mér, þó það sé erfitt, þó ég lesi mikið. En það er svo mikilvægt að byrja rétt og hafa réttu skrefin og þetta ég mun koma inn á alla þessa punkta á námskeiðinu. Nú, alveg hiklaust að skjóta á mig spurningum eða einhverja vangaveltur varðandi námskeiði lestarahestar sem við byrjum á morgun klukkan 21. Hiklaust að spyrja því að þetta þetta eitthvað sem að við viljum horfa í og passa upp á og tíminn í dag er í rauninni fullkomin. Við erum miklu meira heima. Það hefur aldrei verið eins góður tími til þess að hjálpa barni að ná tökum á lestrinum. Fyrir það fyrsta, við þurfum ekki endilega að bíða eftir heimild frá skóla eða öðrum til þess að hjálpa þeim að fara á stað. Við getum auðveldlega farið á bókasafnið og reyndar í dag, eru kannski ekkert mjög duglega að fara á bókasafnið, en eitt af því sem ég talaði í fundunum í gær og mér fannst svo frábært, ég að sjá bókasöfnin, þau eru að láta vita. Við getum farið bara inn á vefinn hjá þeim, við getum bara panta bækurnar sem við viljum sækja og síðan bara með gríman okkar upp, löpum við inn, sækjum pókan okkar og það er tilbúið fyrir okkur. Þannig að við getum sótt nýja bækur. Við þurfum ekki endilega að kaupa alla bækurnar. Bókasöfnin eru tróðfull af frábæri skemmtun og krakkarnir elska bækur. Þau elska sögur, sum þeirra bara ná ekki að tengja nógu vel. Vegna þess að þeim vantar hraðan og hraðin er það sem að skipta svo miklu máli og hraðin kemur eingöngu með æfingunum. Æfingunum sem ég var að tala um áðan sem eru svo mikilvæga vegna þess að ef að barn, og tökum sem dæmi, nemendahópur sem er að koma á námskeið hjá mér, 10-12 ára gamalt, þau eru að lesa oft svona að meðaltali 100 orð á mínútu. 100 orð á mínútu. Sá hraði sem að ég vil að þau reyni að ná á þessum 3 vikum er 350 til 450 orð á mínútu. Því að lágmarkshraði hugans, hann liggur í kringu 400 orð. Ef að barn er að lesa á 100 orðum, þá er barn að lesa á 1/4 þeim hraða sem það ætti að vera að lesa. Og það er eðlilegt að þeim finnist það leiðilegt. Hvað þá, og ég hef oft gefið þessa mynd, ef að barnið er með mikla hreyfiþörf, það er kannski greint með athyglisbrest, ADHD, ADD, þá er þeirra hugur oft miklu hraðari. Þá segi ég oft,
Þeirra hugur að vinna á 1000 orðum á mínútu, ekki 400 orðum, hann að vinna á 1000 orðum á mínútu, en þegar þau lesa á 100 orð, þá eru þau að lesa 1/10 þeim hraða sem að hugur þeirra gæti verið að vinna. Og hver spennandi og skemmtilegt og áhugavert nú efnið á 1/10 hraða. Og við slum bara gefa mjög einfalda mynd. Ég vil eitthvað tekið þetta bíómyndina á 1/4 hraða, en horfum í þetta svona, fyrir barn með kannski ADHD eða ADD eða athyglisbrest. Þú ert að horfa á bíómynd, 2 tíma bíómynd á föstudagskvöldi og þú ákveður í ganniðinu að því þú er svo gaman að stríða sjálfur þér að hægja myndinni niður í 1/10 þann hraða sem myndin á að vera á. Það þýðir einfallega að allt sem að gerast í bíómyndinni að gerast lötur hægt, allt tal, allar hreyfingar. Þú ert búin að breyta þessu bíómynd úr 2 tíma skemmtun yfir í 20 klukkustunda martröð. Við myndum aldrei nokkuð tíma að nenna að vera yfir þessari bíómynd og þannig líður oft barni sem með ADHD eða ADD eða athyglisbrest vegna þess að hugurinn þeirra á milljón, þeirra á 1000 orðum þegar við erum að lesa 100 orðum. Þegar lágmarkshraði hugans hjá venjulegu barni, hjá venjulegum einstakling liggur í kringum 400 orð. Og börnin ná alveg þangað. Ég hef oft komið inn á vinnustofunum, þá hef ég oft komið inn á stúlkuna 9 ára sem að komin á námskeið og án þess að ég væri búin að kenna henni neitt. Í fyrstu æfingu þá var hún að lesa 550 orð á mínútu. Ef að 9 ára barn án þess að ég sé búin að kenna því nokkuð getur verið að lesa 550 orð á mínútu, þá getur hugurinn okkar allra náð miklu meiri hraða. Hún einfallega bara elskaði að lesa. Hún hafði gaman að bókum. Þegar hún kláraði námskeið hjá mér, þá var hún að lesa 3 skáldsögur í viku. 9 ára gömul, 3 skáldsögur í viku. Hóðið í þínum sporum. Hvenær last þú seinast 3 skáldsögur í viku? Hvenær last þú seinast 3 bækur yfir mánuðin? Hún var að lesa 12 bækur á mánuði. Börnin okkar elska sögur. Þau þurfa bara að komast upp á lagi með það og besta leiðin til þess þjálfun vegna þess að ég hef nefnt það aftur. Æfingarnar að mörguleiti plata þau af stað. Krakkar skilja æfingar. Þau skilja hvernig æfingar hjálpa þeim í fótbolta, hvernig æfingarna hjálpa þeim í sundi, í körfubolta, hverju sem Krakkarnir skilja æfingar í gítarnámi, í píanói. Þau skilja það jafnvel ef við horfum bara í tölvuleikina. Þau vita það að þau þurfa að æfa, þau þurfa að leika leikinn aftur til þess að ná mér í leikni, ná mér í færni í að spila leikinn. Þetta á við allt, líka bókina. Þess vegna eru krakkarnir svo dugleg. Leiðu þau bara fyrsta hálftímanum, þá eru þau seld, þau eru ákveðin í því að verða betri við þess að þau sjá tölulega hvernig hraðið þeirra byrjar að byggjast upp hægt og bítandi. En síðan bara halda þeim með efnið á hverjum einasta degi að taka æfingu 2, jafnvel 3 á dag. Og áður þau vita af, þá eru þau búin að vera að taka bók og þau eru búin að lesa alltaf lengra inn í bókina. Þegar þau eru farin að nálgast kannski 1/4 bókinni eða jafnvel helming af bókinni, nú eru þau komin á kaf í söguþráðin. Það sem gerist hjá öllum þegar þau eru komin upp í þennan hraða og þau eru farin að æfa á hverjum einasta degi, þegar þau eru komin undir miðbik, 1/3, kannski helminga bók, þá eru þau komin á stað. Og það sem kemur alltaf í ljós í framhaldi og foreldrarnir finna þau, inn í herbergi, þá setja upp í rúmi og eru að halda áfram að lesa því þau eru spennt fyrir framvindunni. Þau vilja vita hvernig bókin endar. Og áður við vitum af, þá eru börnin okkar farin að lesa. En við þurfum að halda þeim að æfingunum. Við þurfum að útskýra fyrir þeim af hverju þetta að gerast og hvað að gerast og hvað við þurfum að passa upp á. Og það allt saman punktar sem ég mun taka fyrir á námskeiðinu, en ég ætla nú ekki að fara að taka mikið lengra í dag. Verið ófeimin að hafa samband og spyrja, eins og ég nefndi áðan. Ég ekki að fara að halda annað foreldranámskeið fyrir í október 2021. Það byrjar klukkan 9 á morgun. Það mun hugsanlega vera hægt að koma inn fram á kannski laugardag, kannski sunnudag, en eftir það loka ég alveg. Og eftir það þá verðið bara að bíða, því að ég engung að taka þetta einu svona árið. Þetta mjög ítarlegt námskeið. Þetta eru 12 viknar, 6 vikur sem ég kenni núna í október og nóvember, síðan 6 vikur aftur í febrúar og mars á næsta ári. Og þegar þú ert búin að fara í gegnum þetta allt saman, þá þú með öll skrefin. Það skiptir ekki máli á hvaða aldri barnið þitt, eða barnabarnið, eða frændið eða frænka Þú veist nákvæmlega hvað þú getur gert,
hvaða æfingar, hvaða skref þú ættir að taka til þess að leiða það á stað og nýta það, hiklaust, alveg hiklaust. Nú held að ég sé svona að mestu leyti búin að fara í gegnum allt það sem ég ætlaði að skoða í dag, en minni bara á að vera ófeimin að hafa samband. Það verður hægt að hafa samband við mig í gegnum Messenger á vefnum h.is/live 2 reyndar. Þar er ég að taka krakkanámskeiðin fyrir live 2 og síðan auðvitað inn á síðunni lestrarhestar, h.is/lestrarhestar. Þar er hægt að kíkja inn. Nú ef þú ert að velta bara fyrir þér, kannski bara staðnámi og þú ert að velta fyrir þér kannski hvað er næsta skref fyrir þig, þá mæli ég með, kíkja hérna inn á h.is/krakkar, þar er ég með frítt námskeið fyrir þig, þar sem að þú getur séð hver hratt barnið þetta er að lesa. Og út frá því getur þú vegið og metið hvaða skref henta þér. En eins og ég nefndi áðan, það er hugsanlega einhver bið í það að ég nái að leggja af stað með staðnámskeið miðað við smitt fjölgun í samfélaginu. Ég get ekkert lofað að það verði endilega námskeið í nóvember eða desember. Ég innilega vona það því að ég elska að kenna krökkunum. Það er skemmtilegasta sem ég geri og þessi mánuður án þess að kenna krökkunum er búin að vera ansi leiðilegur, en á móti þá nýtist ég á foreldrunum með því að vera hérna með 13 kvöld og kenna þeim, og ég vil bara endilega hvetja þau til að nýta það. Síðan er líka með slóð h.is/barn og þar er ég útskýra nákvæmlega hver hratt á barnið þetta að lesa. Af hverju á barnið þetta að lesa svo hratt? Hver hratt er góður lesandi að lesa? En ég ætla svona að fara að láta þetta duga í kvöld. Ég kom inn á tíma, sé ég. Vildi halda mér svona í kringum hálftíman. En svona rétt í lokin þá bara minni ég á að verið í sambandi, skjóta á mig spurningum. Þið getið fundið 5 lestrarráð fyrir foreldra inn á 5 ráð, 5RAD, h.is 5RAD, og síðan bara kíkja á upplýsingar námskeiðið inn á h.is/lestrarhestar. Byrjum klukkan 9 á morgun og mikil eftirvænting hjá mér. Ég hlakka til byrja. Þetta er alltaf gaman. Hitta þá foreldra sem eru spenntir fyrir lestri barnanna sinna og vilja hvetja þau áfram og sjá hag af því að börnin þeirra séu lestrarhestar. Við ætlum að skoða það betur á morgun. En hiklaust verið í sambandi ef það eru einhverjar spurningar. Þakka fyrir mig í kvöld. Takk, bless.